Gildi vatnsaflsins fer vaxandi vegna þess hve það hreinn orkugjafi og því nauðsynlegt í hnattrænu tilliti. Now we see that, in the light of Kyoto resolution or agreement, water power is clean power. Is there a growing pressure to utilize the water power for making dams and plants here? No, actually, I would say that there is rather a movement to remove dams within the United States. Ótal ferðamannabæklingar sýna hve möguleikarnir eru margir við bæinn Moab. Hugmyndaauðgin mikil hér í nágrenni Arches þjóðgarðsins sem meira en 1 milljón manns koma að skoða árlega. Þeir skreyta meira að segja húsagafla með myndum á honum. Við þangað. Það skiptir ekki máli hvort þessi drangar heita fjósakonurnar 3 eða vitringarnir 3, það er eins og ímyndunarafl náttúrunnar sem miklu meira en mannsins hér. Já, þegar maður sér svona fyrirbæri þá segir maður þessi nú bara alveg gjörsamlega klikkað. Sjáið þið fólkið þarna, þessi réttilega kenntu við jafnvægi og hvílík nótt af þeim, margir tugir metra á hæð hver sig. Hér erum við komin inn í svonefndan djöfulskarð, eitthvað fyrir Hrafn Gunnlaugsson. Lítum við á gluggabogana svokölluðu, tvíburagluggana 2, norðurgluggan og suðurgluggan. Þeir líta út eins og risafugl þegar við stöndum inn í svonefndum turnboga og horfum út í gegnum hann á hina bogana. Svona urðu þeir til þegar jörðin reis og komu sprungur í hana sem vindur og vatn surfu. Og þá er komið að því sem ekki má sleppa hér, en það þarf að hafa fyrir því að ganga upp á þennan helsta áfangastað í garðinum. Þegar staðið er andspænis þessi náttúruundri, þessum steinboga, þá er auðvelt að skilja að hverju hann er orðinn tákn fyrir þetta stóra svæði í Bandaríkjunum sem er með einstæðar náttúruminjar. Viðkvæmi bogi er reyndar tákn Utah ríkis og sá stendur tæft. Sæi þó varla högg á vatni þótt hann fjalli því það eru 1600 steinbogar í þjóðgarðinum. Göngustígarnir hér eru frumstæðari en í sumum öðrum þjóðgörðum. Hvað finnst fólki það? Well, it's much better like it is. Like you have to put up some effort at least to get here. You know, there's a payoff at the end. So
if anything, I think it should be a little harder. I think it's been made quite easy. It's really well marked now, and things like that. And I think that, yeah, it should be as hard as it is, definitely. Hér skammt frá varðveittur bjálkakofi sem búið var í fyrir síðustu aldamót þegar þetta svæði var eins afskekt og heimkynni fjallaeyvindar hér heima. Bætum við einum boganum enn, hann heitir Tvöfaldibogi. Jú, Delicate Arch sennilega frægasti boginn hérna, en þessi nú mest truflaður. Fólkið þarna eins og pöttur innan í tvöfaldaboga sem svo nefndur. Þetta eru raunar 2 samtengdir steinbogar, jafn langir hvorum sig og brýtnar yfir Ölfusá og Þjórsá. Og þeir liggja þannig að þeir sýnast 3 þegar staðið undir þeim. Þetta eru þó ekki lengstu bogarnir hérna. Lengsti boginn í garðinum hvorki meira né minna en 100 metra langur. Svona svefnrútu vantar hér heima. Í henni eru 26 lítil svefnherbergi og hún gerir ferða áætlanir í sveigjanlegar þegar hægt að fara norður þegar rignir fyrir sunnan. Og fyrst talar aðstöðu, athygli vekur hvað vel hugsað fatlaða í þjóðgörðunum. Allstaðar í Yellowstone, til dæmis, meira segja við gönguleiðir, hugsað fyrir góðri aðstöðu fyrir fatlaða. Sjáum fleira sérkennilegt. Og hér sjáum við það sem bannað á Íslandi. Það að segja ekki vélhjólið, heldur kerran aftan í. Þetta lúxus ferðahjól með 6 strokka 100 hestafla vél og öllum þægindum, hraðastillingu, siglingatækjum, síma og svo framvegis. Lítum á enn eitt sérkennilegt. Fyrir utan þessa verslun í Moab gömul ryðguð lest og gríðarlegt úrval af steinum og steingervingum og meira segja auglýst risa eðlubein. Já, þetta sko fornsala í lagi. Varningurinn frá öllum tímabilum jarðsögunar. Þetta bara ævafornsala. Hér nú bara heil risa eðla. Og maður ruglast alveg í höfðinu við að líta inn. Hér ægir öllu saman. Þetta nú einhver óvennilegasta og ótrúlegasta búð sem ég komið inn í. Svei mér þá. Þú hefur greinilega unnið við þetta alla ævi, segir við eigandan, en hann neitar því. Yeah, I didn't start till I was 5. Yeah, so it's not... I didn't start selling rocks till I was 6. Hey, Mr. Ryder, thank you so much. Nice meeting you. So this is not a lifetime. Oh, But how old are you now? oh, older than that. I can't collect in the park. No, not... So I collected in the park before it was a park. So you're old enough for that. I've been doing tours many years before it was a national park. Hann segist hafa látið vísindamenn hafa steingervinga og fengið eftirlíkingar í staðinn og segist vita staði með merkilegum minjum sem engir aðrir en hann muni geta snert. You know the reason they can't go there, don't you? Yeah. They can't find it. Það vinsælt að fljúga yfir gljúrin en flugumferð háð ströngum reglum og takmörkunum, sérstaklega yfir Archers þjóðgarðinum. Flestir láta sér nægja hinn frábæra útsýnistað Hrossadauðahöfða eða Dead Horse Point. Hann hlaut nafnið að því að forðum daga voru hross rekin til geymslu út á höfðan mjög mjóan rana sem tengir hann við fjallið. Þar höfðu menn öfluga girðingu. Eitt sinn gleymdust hrossin á höfðanum og þegar menn komu að löngu seinna voru þau öll steindauð. Já, dapurleg saga af hestunum sem drápust úr þorsta hér á Dead Horse Point. Muniði atriðin 3, vistkerfi, heild, afturkrefni. Afturkrefnin, hún mikilvæg hvort hægt sé að endurreisa vistkerfi eða heildin með því að fjarlægja mannvirki. Þetta þorp í Jaspergarðinum í Kanada. Það mætti fjarlægja því heilu þorpin og vegirnir hafi verið fjarlægðir í þjóðgörðum. Það þekkir Sigrún Helgadóttir líffræðingur sem hefur líklega allra Íslendinga helst kynnt sér þjóðgarða. Já, þeir gera það. Þeir auðvitað þegar voru að stofna þjóðgarðina sína fyrst. Fyrstu þjóðgarðinir eru stofnaðir í vesturhluta Bandaríkjanna, í Klettafjöllunum og vestan við Klettafjöllin. Svo þegar þessi hugmynd var komin af stað, þá vildu þeir fara að stofna þjóðgarða í austurhlutanum líka og þá voru þau svæði mörg orðin þó nokkuð byggð og þá var það að taka í burtu heilu þorpin þess vegna og vegina til þess að ná upp aftur náttúrulegu landi og þeir eru ennþá að þessu því að þeir eru líka að breyta skipulagningu og stýringu innan þjóðgarðina sinna núna.
Í hinum fræga Yosemite þjóðgarði í Kaliforníu hefur oft legið mengunarský yfir dalnum vegna bílaumferðar. Nú búið að gera risastóra bílageymslur utan dalsins og verið að leggja rafmagnsknúna jafnbraut þar inn. Nú ætla þeir að taka í burtu malbikuvegina sem eru inn eftir öllum Yosemite dal og nú eiga bara hjóla eða ganga eða fara eftir almenningssamgöngum eftir dalnum. Valin Smith, bandarísku prófessor í ferðamálafræðum, þekkir vel þjóðgarðana vestra. Hún hefur komið til Íslands og miðlað hér af þekkingu sinni. What is the general trend in tourism in the world today? The trend toward nature tourism, as George Kent, one of our leading tour operators, said, people want to get their feet wet and their hands dirty. That means? We like to go out to experience tourism, not just sightsee, but experience. And particularly to see the beauties of nature and the peace and quiet of nature. What about, there were popular places in Norway, Rjukan, in America, Hoover Dam and Mead Lake. What is the future of these tourist attractions? I don't believe that they have the value that they once had. People were impressed 30 years ago when those dams were constructed. I know, I was a child. We went to see them. We're not interested anymore. The thing we really want to see is wild animals. We want to see the wide open spaces, the blue sky. That we can't find in our big cities. Yes. Do you think that in Iceland there is a possibility of building such a park, national park, big enough and with enough uniqueness that to compete with your parks? I think you'll compete in a sense because you're so different. You're on the pathway between the United States or between North America and Europe. You're a halfway point. You will draw a lot of people. And a national park here will confirm exactly what we're looking for, the beauty and the wildness. What are the pitfalls, the main pitfalls that we can fall into? I'm concerned about the possibility of foreign entrepreneurs entering your country and constructing the hotels and the financial drain of the leakage of that money so that the nation itself does not benefit from the tourist enterprise to help maintain its infrastructure. This is a problem we see in Yellowstone Park, as a matter of fact. The snowmobilers come in, 1,500 of them in a day as a Sunday in January, and although they pay a $7 per person fee, that does not reimburse the cost of grooming the roads. That isn't even outsiders, but elsewhere in the world, the Koreans have come into the Philippines, the Japanese and the Koreans went into New Zealand and built their hotels, came down on charter aircraft, and as a consequence, New Zealand benefits not at all. You were in a lecture talking about too much too soon. I think that's a problem. I'm afraid that possibly the Icelanders are a bit naive in the awareness of the magnitude of global tourism. Nú skulum við skipta gír og fara á Íslendingaslóðir í Spanish Fork skammt sunnan við Salt Lake City. Þetta bær á stærð við Akureyri og þangað fóru 370 íslenski landnemar á síðari hluta 19. aldar. Það fallegt þarna í kring, fjöllótt og líkt Íslandi. Á gatnamótum í bænum blakta fánar Bandaríkjanna og Íslands við stórt minnismerki landnám Íslendinganna þarna. Brent Hamon aðalræðismaður Íslands á svæðinu. You know, it's interesting that the Icelanders here came because of religious reasons, but they never lost their love for Iceland. In fact, annually, the first Saturday in August is our Icelandic Days here in Spanish Fork. And we had over 200 people there last Saturday to this wonderful event. Hvílík ræktarsemi. Í 8 ár hefur verið unnið með tölvutækni skráningu og flokkun gagna uppruna 133.000 manns vestra sem tengjast íslenska landnáminu. Brent þetta til dæmis með gögn sinn uppruna í bók. If you look at, this is Jónína Guðmundsdóttir. Yes. And it goes all the way back to 750. This gives us a record of all the films
so that we can look them up. It tells you the parish and the county, and then you can look it up, and it tells you the years and the film number, so that you have a record of all of your films. Basically, these up here sources. This is our farm names. We've got farm names so that we got the farm, and we can put down. It tells you what parish, what county, what district. So if you don't know where you're at, Yes. it sure helps. All this. This is a 1703 census. This is the index to the 1762. We index the film. Oh, I see. And so we have an index of the film. And we even went so far as to copy the films so that we've got them. Oh, yes. Some of them didn't turn out the greatest, but you can always go to the film. Yeah. So we've got all of that film on paper, so it... You know, there was a television show in America and Iceland, very, very popular, Roots. Kunta Kinte from Africa. Oh, yes. So I say, Kunta Kinte what? So, if something goes wrong with our archives in Iceland, we go to Steinsfjord and look it up. This is about Arnes, Borgarfjörður. We have all 10 volumes of Borgarfjörður. Yes. And Dalaman and Stranda and Kjolserman. These are mostly histories, the Western Iceland, that's the Skaftafelli, and this fellow from Hofsís, Valgeir, he just sent us the last 3 volumes of this. He is a sweetheart. Já, sterk tengst við Vesturfarasafnið á Hofsósi og þarna eru Espólín, allir annarlarnir, manntölin, allt. Og það er auðvitað búið að keyra þetta inn á netið, þannig að allur þessi mikli fróðleikur verði aðgengilegur sem víðast og sem flestum. Og ekki bara það, á vegum Íslendingafélagsins þarna hafa verið farnar ferðir til Íslands til að hitta ættingja sem eru flestir í Vestmannaeyjum. Við skulum aðeins heilsa upp á 2 systur. I went 3 years ago. 3 years ago. We planned 3 trips to Iceland, taking back our Spanish work roots back to our people. Yes. And we're going next year. We have 60 people signed up. We're going to meet a lot of more cousins and make a lot more connections and see what our father's homeland is all about. Yes, so, and what was the impression when he came in Vestmannaeyjar 3 years ago? It was incredible. Yes? It hit us right in our heart. We love them and we want to go back and see them and keep writing to them and just get that connection. Yes, because you are doing this. These people are going to do the same. Well, not 20 years old, but perhaps 40. No, actually our association in the past have been older people, and now we are getting much younger generation. We have people that are only 20 years old that are on the board of directors for our association. So we are getting much interest for the younger people. I'm Icelander. Sagan og upprunnin. Indíánahöfðingi sem ákalla Guðsinn til hjálpar vegna ásóknar hvítamannsins. Hvarvetna má sjá minjar söguna á landið. 60.000 manns komu hingað í upphafi landnámsins á öldinni sem leið þegar mormónatrúamenn leituðu að landi fyrir sig. Í safni í bænum Springfield til dæmis margt að sjá sem tengist för landnemanna sjóleiðis yfir úthafið og síðan þvert yfir meginlandið. Á leið upp að stórkostlegu minnismerki ofan við Salt Lake City farið fram hjá eftirlíkingu á landnemabæ að staðnum þar sem Brigham Young, leiðtogi 3000 manna hóps sem leitaði að Síón fyrirheitna landinu, kom fram á hæð, leiti við landið, stakk niður stafsínum og mælti inn fleygu orð. Þetta staðurinn. This is the place. Eftir erfiða för yfir fjallgarðin þegar veturinn var að setja stað blasti víðáttan við þeim, svona leit saltvatnið út, svona núna. Hósanna, hósanna, hrópuðu örþreyttir ferðalangarnir. 3000 manns hefðu lagt upp í þessa göngu og farið 2400 kílómetra, 250 dó á leiðinni og sáu aldrei dýrð landsins sem þeim hafði verið heitið.
Veiðimaðurinn, indjánahöfðinginn, landkönnurinn, trúboðinn, allra minnst á þessu dýrlega minnismerki, líkt og við Íslendingar myndum minnast Papa á minnismerkjum landnám Íslands. Og fyrir ofan Spanish Fork stendur kross til að minnast þeirra heittrúuðu sem þangað komust og höfðust í upphafi við í hellum sem voru á sínum tíma inn í þessum bökkum við núverandi golfvöll. This is a typical church here. Þau voru komin til Síón og reistu sér strax kirkjur. En heitast slær Íslandis hjartað við að koma í kirkjugarðin í Spanish Fork og sjá nöfn landar sinna sem unnu þetta mikla afrek. Á einum steininum stendur lést í Frakklandi 1918. Já, Vestur-Íslendingur sem fjall í fyrri heimsstyrjöldinni. Og sjáum svo legstein Valgerðar og manns hennar, það merki fyrir ofan nafnið hennar. Það sérstakt heiðursmerki með mynd af konu og manni dragandi kerru. Faith in every footstep, trúar tröst í hverju spori stendur þar. Þetta hitti mann í hjartastað. Hún gekk, hann gekk til fyrirheitna landsins. Þetta áhrifamesta minnismerkið á This is the Place hæðinni fyrir ofan Salt Lake City. Fjölskylda sem fellur þar á kné og þakkar drottni fyrir lífgjöfina að hafa bænhert sig. Og þegar nútímamaður stendur hér í Utah og horfir yfir endalausa víðáttuna sem þessi frumherjar brutust yfir, háfjöll, eyðimerkur, ár og hverskis hindranir sem yfirstigu, þá getur maður ekki annað en lotið höfði í lotningu. En það komust ekki allir lifandi úr þessari háska för. Þúsundir dóu á henni löngu leið og í kapphlaupinu við vetrarkomuna var það grafa þá þar sem þeir voru niðurkomnir, jafnvel úti á víðáttunni. Ef til vill misti einhver Íslendingur sem grafin í Spanish Fork sinn nánasta ástvin á þennan hátt, við aðstæður þar sem ekki var einu sinni hægt að finna efni til að reisa kross. Þegar staðið við legstein slíks manns getur maður heyrt hið innra með sér rödd konunar sem gekk yfir meginlandið alveg eins og hann. Án þess að hægt það minnast fórnar hennar fyrir trúna með því að setja heiðursmerki á gröf hennar. Þögul geyma kirkjugarðurinn og sléttan söguna óþekktu konuna sem í okkar huga var íslensk. Hún gekk og það eins og við finnum ennþá fyrir henn og hennar líkum úti á víðáttum nýja heimsins.
What are you doing exactly now to preserve this heritage and tying the links between Utah and Iceland? Well, there are several projects right now. For the millennium, the Utah Icelandic Association is raising money right now to put 2 monuments in Iceland. One on the Westman Island, where a major part of the immigrants came from. And it'll be a statue about 7 feet, and it is of an angel, and we will have a pedestal on it which will have the names of all of the immigrants that came here to Utah. A duplicate will be placed also at the Icelandic Immigration Center at Hafsa. Hann talaði engilinn á væntanlegum minnismerkjum á Íslandi og á einni turtspírunu á mormónamusturinu í hjarta Salt Lake City gullinn engill. Það bjart yfir í dag, brúðhjón á tröppunum. Þetta þungamiðja borgarinnar á ríkisins. Þarna tónleikasalurinn Tabernacle með heimsfrægan hljómburð og sjálfan mormónakórinn. Og við förum inn og heyrum þar blað, rifið og saumnál detta á 55 metra færi. Og þegar organistinn byrjar að spila Bach á orgelið sem með á 1200 pípur, þá nötrar aftasti bekkurinn sem situr á eins og í jarðskjálfta. Og þarna skammt frá í safnhúsi þetta sem eflir stolt Íslendingsins, Kriststytta Bertils Thorvaldsens í aldeilis frábærlega fallega hönnuðu umhverfi. 70% íbúana eru mormónar og vilja helst hvorki reykja né drekka, en eru þess iðnari við að fjölga mannkyninu eins og styttur af barnapíum bera vitni Þetta mín menn. Og þeir eru með barnaathvarf á hamborgarastöðunum. Og hér afgreiðslustúlka af íslenskum ættum. Afi hennar átti 13 börn á tímum fjölkvænisins. No, they don't do that. And but there's a lot of kids that came from back then, because when they would have all those wives, each of them would have like 11 kids, and then it went back down a generation to like 8 kids, and then I think my mom has like 8 kids in her family, and then down to like 4 in my family. My generation. So they slow down on the kids. Borgin yðar af framkvæmdagleði verið að undirbúa ólympíuleika og reisa mikla byggingar og búið að tæta miðborgin upp, farið að auglýsa leikana á númeraskiltum á bílum. Landið og sagan, allstaðar í minnismerkjum og menningu. Viðkvæmi bogi tákn ríkisins sést allstaðar meira síðan númeraplötunum. Ferð okkar fyrirheita landið og endilöng klettafjöllin á enda og við fyrir næst heim til Fróns þar sem við munum skyggnast og hafa í huga minningarnar fólk og fyrnindi í Ameríku.